Þá komið að því að setja Akureyri í fókus. Við fræðumst í dag meðal annars Purity Herbs, himnodíu, tjalda- og seglaþjónustuna og bæjarlistamann Akureyrar. En við byrjum á því að hitta lögfræðing sem ferðast alltaf til og frá vinnu frá Akureyri til Húsavík með strætó og segir það sé ekkert mál. Lögfræðingurinn Birna Ágústsdóttir sækir daglega vinnu til Húsavíkur frá Akureyri. Það væri kannski ekki frásögu færandi nema fyrir þær sakir að Birna ferðast alltaf á milli bæjarfélaga með strætó og hefur gert undanfarin 4 ár. Erlendis þekkist það vel að fólk eyðir daglega miklum tíma í almenningssamgöngur en hér á Íslandi það sjaldgæfara. Vegalengdin 90 kilometrar á milli, þannig að ég í strætó svona cirka klukkutíma og korter að hvora leið. Þannig að þetta svona 2,5 tíma á dag í strætó. Fólki finnst þetta mjög sérstakt að ég skuli gera þetta. En svo svo margir sem að segja í framhaldinu, ég reyndar þekki einn sem býr í Danmörku sem tekur lest í klukkutíma eða 2 tíma eða eitthvað svona. En svona við íslenskar aðstæður þykir þetta mjög sérstakt. En hvers vegna kýstu að nota strætóin? Vegna þess að ég myndi aldrei nenna að keyra þetta sjálf. Og þetta bara ólíkt betra að nýta þessi þægindi og þetta bara frábær þjónusta að hafa svona reglulega ferðir. Áður en Birna hóf störf á Húsavík hafði hún enga sérstaka tengingu við bæinn og segir það hafi verið fyrir hálfgerða tilviljun að hún hóf störf hjá sýslumanninum á Húsavík. Það var nú bara þannig að ég var eiginlega á milli vinna og Svavar Pálsson sýslumaður vissi af því fyrir á Húsavík. Svo hann hringdi í mig og spurði hvort ég væri til að koma og vera þar í að minnsta kosti svona 3 mánuði til að byrja með sko. Það var svona smá millibils ástand hjá þeim. Ég bara samþykkti það, sá fyrir mér að vera þar í kannski 36 mánuði en árin reyndar orðin rúm 4. Og hvað, svona gott að vinna þetta hjá sýslumanninum eða? Já, ég myndi segja það. Þetta rosalega fín vinna og mjög skemmtilegt samstarfsfólk og gott umhverfi bara. Strætóferðir á milli Húsavíkur og því að nýta hráefni úr íslenskri náttúru í snyrtivörur. En íslenskar jurtir hafa verið nýttar í snyrtivörur áratuga skeið. Ásta Sýrusdóttir einn stofnanda og eigenda Purity Herbs á Akureyri, fyrirtæki sem frá árinu 1994 hefur nýtt íslenskar jurtir til framleiðslu á snyrtivörum, aðalega kremum og olíum. Hugmyndin kviknaði fyrir meiri 20 árum síðan. Við vorum í rauninni bara að heima að útbúa krem inn í eldhúsi. Ýmislegt svona til að bæta ástand húðarinnar sem var bara fyrir okkur og vin og vandamenn og var aldrei meiningin að það neitt meira heldur en bara áhugamál inn á heimilinu. En síðan þá gerðist eitthvað sérstakt og það var krem sem við vorum að framleiða sem heitir Undrakrem í dag og ég var að vinna á leikskóla á þessum tíma, einkarekinn leikskóla, þar var lítill drengur með mikið exem og mér fannst tilvalið að fá að pröfa þetta krem á hann. Ég vissi að það virkaði á húðvandamál svo ég fekk leyfi til þess að nota þetta krem
Það hjálpaði drengnum mjög mikið og móðirinn hún kom að máli við mig og spurði hvort að við varum ekki til í að hitta pappinar því að hann vildi gjarnan fá að selja sér krem. Og ég sagði náttúrulega að það var ekki hægt að selja krem sem var búin til í eldhúsi. Það þyrfti eitthvað meira til en spurði svo hver er pappiðinn. Þá var það Böðvar Jónsson apótekari í Akureyrarapóteki sem var tiltölulega nýfluttur í bæinn eins og við á þessum tíma. Og við förum og hittum hann og hann er svona ánægður með þessi krem sem við vorum að gera, eða þetta krem, þetta var bara eitt krem í upphafi og hann hvatti okkur til þess að stofna fyrirtæki. Okkur fannst þetta í rauninni alveg fáraleg hugmynd og við höfðum aldrei hugsað okkur að stofna fyrirtæki þetta. Þannig að þetta var bara svona ný hugmynd en við hugsaðum, já, af hverju ekki? Hann var tilbúinn að aðstoða okkur eins og hann gat, hann bauð okkur 2 stór framleiðsluherbergi í apótekinu sem við máttum nota að eigin vild án þess að greiða fyrir. Og það var ekki aftur snúið, það var ekki hægt að segja nei við þessu góða tilboði. Þannig að við bara slóum til og fórum að leita að í rauninni alls konar hráefnum sem við þurftum til þess að hefja þessa framleiðslu. Það er líklega ekki einfalt mál að vera frumkvöðull. Fjölmargir koma fram með hugmyndir, jafnvel góðar hugmyndir, en tiltölulega fáar þeirra virðast verða að veruleika, en það er ýmislegt annað sem þarf að koma til. Þolinmæði, þrautseigja, trú á hugmyndinni, en ekki síst fjármögnun. Ásta er ein þeirra sem í upphafi lagði allt undir fyrir hugmynd sem hún hafði trú á. Og lögðum allt í sölurnar fyrir þetta, allt saman. Veðsettum íbúðina sem við áttum og það var allt lagt í sölurnar til að kaupa inn fyrstu hráefnin og fyrstu krukkurnar og gera lím með hana og annað slíkt. Þannig að þið hljótið náttúrulega hafa haft alveg ofur trú á vörunni fyrst að þið takið svona mikla sénsa. Já, Elín Antonsdóttir var hjá Iðnþróunarfélaginu og þegar við komum með þessa hugmyndin á borð til hennar að þá kolfjall hún og studd okkur með ráðum og dáðum og gerir enn þetta í dag. Þannig að þessi hvatning frá Böðvari, þessi hvatning frá henni, að það hjálpaði auðvitað mjög mikið að maður væri að gera rétt, að þetta væri eitthvað sem myndi virka. Við fórum auðvitað að leita leiða til að þetta væri hægt og væri framkvæmanlegt. Ég fór á námskeið hjá Iðnþróunarfélaginu sem var á þessum tíma í stofnun smáfyrirtækja. Það hjálpaði okkur mikið. Og við fengum frá það sem heitir í dag Vinnumálastofnun, við fengum að vera eins og atvinnuleysisbótum í 6 mánuði bæði til þess að byrja þessa hugmynd. Þannig að við þurftum ekki að koma og stimpla sig inn á hverju föstudegi og eitthvað slíkt. En við sluppum við það í 6 mánuði, þannig að við fengum bæði bætur og til að vinna að þessu verkefni. En ég fór þá suður og hitti Örn í heilshúsinu. Bara svona eins og Rauðhetta með bastkörfu og fullt af vörum og sýnt honum þetta. Honum leist mjög vel á hugmyndina og var tilbúin að taka þetta strax inn í heilsuhúsi. Þannig að það var líka eitthvað mjög ánægjulegt. Og svo fór þetta í apótekin og fleiri sölustæði. Purity Herbs hefur fyrir löngu sannað sig á markaði bæði hér á landi en ekki síður erlendis. En vörur Purity Herbs eru nú seldar á öllum Norðurlöndunum, víðar í Evrópu, Rússlandi, Asíu og Ameríku svo eitthvað sé nefnt. Það sem kannski skiptir mestu máli í þessum framleiðsluvörum okkar eru íslenskar handtýndar jurtir. Það er ekki hægt að hafa þær öðru sem handtýndar þegar þær eru villtar. Og þær hafa lækningamátt eins og allir vita á Íslandi, þó það sé kannski ekki eins þekkt erlendis. Og það er það sem gerir kannski gæfumuninn, en við vildum strax í upphafi að hafa allt náttúrulegt, alla grunna og öll efni náttúrulega, ekki bara blanda íslenskum jurtum út í einhver kemísk skaðleg efni. Þá ætlum við að líta við í Akureyrarkirkju á æfingu hjá Himnodíu, kór sem hefur vakið töluverða athygli. Í safnaðarheimilinu í Akureyrarkirkju æfir kór sem hefur vakið mikla athygli síðustu ár, en hann kallast Himnodía. Það má segja að þetta sé svona fjölbragða kór. Við allavega vorum með svona hálfgerða fjölbragða glímu alla síðustu má segja. Vorum að syngja alls konar verk og spila allt í nú, ég kom nú nýr í kórinn í haust og ég hef lent í meiri hremmingum hér heldur en nokkuð tíma annars staðar. Þurfti að spila á öll hugsanleg hljóðfæri og syngja ýmsar raddir, garga og veina og hvað eina sko. En Himnodía sé ekki svoleiðis. Kannski það.
Jú, maður mitt alltaf að fara út fyrir kassan. Maður hélt kannski maður væri fyrir svona syngja eftir nótum aðalásleis, en það nú aldeilis alltaf verið að krefja mann að gera eitthvað nýtt og alls konar skrítin eða óvanaleg verkefni, ekki svona kannski þess myndi vona. Og þegar ég labbaði hérna inn áðan þá heyrði ég að hann kom hérna með einhverja risa Bach-bók og sagði nú eru þið að fara að læra heima. Já. Er þetta bara þannig? Já, við erum að koma alltaf vel undirbúin á æfingar. Þetta ekki svona, kannski eins og maður hefur vanist aðeins að það sé farið í hverja rödd alltaf vel og nú förum við í tenorinn og hann þrælspilaður fram og aftur. Heldur fáum við bara efni heim og gerum okkar besta við að ná því. En hvaða verkefni hafið þið verið í kannski að undanförnu, til dæmis á þessu ári eða því síðasta? Já, eins og síðasta ári þá var nú ansi fjölbreytt. Við til dæmis fórum við nú í við byrjuðum reyndar árið í febrúar að taka upp jólaplötu sem kom út fyrir síðastliðin jól. Síðan í júní þá héldum við 10 tónleika í 10 kirkjum á 10 klukkustundum í Eyjafirði. Það var ótrúlega skemmtilegt. Stukkum við út úr einni kirkjunu og inn í næstu bara og rokið á milli og fallegum sólardegi, það var mjög skemmtilegt. Svo sungum við með skálmöld í Hörpu og fyrir, ég man ekki, 3.500 manns og svo jólatónleikar og svo þetta fjölbreyða, þetta sem hann vísaði til sem voru svona alls konar þjóðlög og það sem við vorum bæði að spila og syngja og svona spinna dálítið mikið sjálf. En þið vöktu mikla athygli þegar að Himnódía fór með stjórnarskrána, var það ekki? Fóruðu. Við mistum því miður að því bæði, við vorum ekki byrjuð á. En ég hins vegar satt heima að horfa á sjónvarpið og dáðist mikið að þessu fólki. En skemmti mig vel yfir því samt að mér fannst fyndið hvað fólk gat orðið æst á Facebook og svona yfir hvað þetta væri eiginlega. Mér fannst það frábært. Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn. Kjörningur til forseta verður 35 ára gamall maður sem fullnægir skilyrðum kosningaréttar til Alþingis að fráskildur búsetuskilyrðinu. En við ætlum að plata ykkur til þess að taka lag. Hvaða lag ætlum við að heyra? Það finnst þér það ekki? Já. Jú. Þetta er við ákvaðum semst að því við vorum að syngja lög frá í mörgum löndum og vorum að reyna að finna svolítið margt og byrjuðum á þessu finnska lagi sem er reyndar 7 erindi. Byrjuðum að fá Kati Saarinen til að hjálpa okkur að læra þetta. Svo það þannig að eftir því sem að líður lengra lagið hraðir verður textinn og var eiginlega orðið alveg, það var rosa erfitt fyrst en eiginlega orðið óyfirstíganlegt þegar að leið á. Þannig að Hannes, sem algjör snillingur í textagerð, sem með okkur í kór, hann bjóð til texta við seinni hlutann af laginu á íslensku það hvað þetta væri nú erfitt að syngja á finnsku. Þessi text alveg frábær, mjög skemmtilegur. Eins og fleiri eftir hann, sem svo heppinn, verður með svona heyrðskáld.